þessu fallega húsi, hér fyrir aftan okkur í Reykjavík, Laugarásinn. Laugarásinn meðferðargeðdeild og hluti af geðþjónustu Landspítalans. Laugarásinn fyrir ungt fólk frá aldrinum 18 til 35 ára með geðrofssjúkdóm á byrjunarstigi. Í þessum þætti Okkar heims ætlum við að fá að kíkja í heimsókn á Laugarásinn, hitta Gylfa, kynna starfseminni og fræðast aðeins meira geðræn veikindi. Vissuð þið að 3 af hverjum 100 eða 3% greinast með geðrofssjúkdóm? Velkomin. Takk fyrir. Þessi meðferðargeðdeild staðsett á 2 stöðum, hér við Laugarásveg og einnig í húsinu Víðihlíð við Holtagarða, þar sem alls kyns starfsemi í boði. Ég heiti Gylfi og ég ráðgjafi hérna á Laugarásnum meðferðargeðdeild. Garðar. Ég heiti Sunneva. Sælveri, velkomin. Takk. Velkomin. Hvernig virkar þetta svona hjá okkur? Er þetta svona eins og dagdeild þar sem fólk kemur á daginn eða getur fólk gist? Þetta sko bæði dagdeild og svona legudeild. Hérna í húsinu eru 8 legupláss sem að fólk gistir þegar þörf á því. En svo megnið af því sem starfseminni fer í gegnum dagdeild sem nú að mestu leyti staðsettir í Víðihlíð hjá Holtagarðum. Fyrir hverja meðferðin hérna? Meðferðin hér fyrir öll sem eru á aldrinum 18 til 35 ára, cirka, sem eru annaðhvort greindir með geðrofssjúkdóm eða eru grunur að sé að þróa með sér geðrofssjúkdóm. Já. Mikið af því sem starfsemin sem fer fram hér svona virkni miðuð. Þannig að fólk að koma mikið út af aldrinni og svona fer í ýmsa virkni. Hérna höfum við stundatöfluna, virknitöfluna. Já. Stundum þegar maður veikist, þá mjög erfitt að gera bara eina eðlilegustu hluti sem fyrir okkur eru eðlilegir. Og til dæmis að bara fara til göngutúr, vera í kringum annað fólk, hreyfa sig, elda, hitt og þetta. Það eru margir fastir liðir hérna, morgunvirknin sem bara stuttur göngutúr. Svo erum við borðtennishóp sem í Víðihlíð. Og svo jóga í batamiðstöðinni sem á Kleppi. Já. Svo 2 eða 3 íþróttafræðingar sem fara með okkar þjónustuþegum í ræktina, í bara ýmsu hluti, sko. Við lærðum aðeins geðrofssjúkdóma hjá Guðfinnu, en það var alveg frábært að þú geta aðeins rifjað upp fyrir okkur. Já, þetta náttúrulega mjög flókið eða svona þannig séð þetta mjög flókið dót, en svona ef maður alveg svona súmmerar þetta niður, sko, þá þetta svona, getur maður hugsað þetta sem bara að missa tengsl við raunveruleikann. Og af hverju mikilvægt að fá hjálp snemma svona eins og þið bjóðuð upp á? Já, það bara til að ná tökum á þessum veikindum sem fyrst. Því að ef tími liður og maður veikist, þá getur það erfiðar að ná tökum á því, skiljiði. Já. Ég held að fólk veit svona mismikið geðsjúkdóma og hvaða meðferðir eru í boði. Já, það var held ég ekki að tala mikið þetta en það er kannski aðeins meira en var. En ég væri til í að tala aðeins meira þetta eins og í skóla og þannig. Algjörlega. Mjög mikilvæg umræða og mjög gott að það sé verið að opna á þetta meira, en ekki nóg kannski. Já. En hver svona helsti misskilningur fólks geðsjúkdóma? Það er náttúrulega ýmislegt. Þetta svona eins og maður sér í bíómyndum og svona dótari, þetta náttúrulega meikar ekkert alveg sens í nútímanum, sko. En ég held að svona, það sem ég myndi benda fólki helst á að fólk sem að kljást við geðsjúkdóma er ekkert lokað inn á spítala eða þannig. Þetta er bara fólk eins og við, bara hér og þar, alls staðar í samfélaginu, sko. Já. Þetta er bara eins og að vera veikur, það er bara eins og hver veiki. En ef foreldri manns eða systkini kemur hingað, er eitthvað í boði fyrir börnin? Já, við bjóðum upp á fræðslu fyrir fjölskyldu og allt, sko. Svo geta börn komið í heimsókn ef þau vilja, skoðað staðinn, sko. Takk kærlega fyrir að hitta okkur. Já, takk kærlega fyrir komuna. Nú kveðjum við Laugarásinn. En ef þið viljið vita meira, ýmis fróðleikur inn á heimasíðu Okkar heims. okkarheimur.is. Ef að foreldri þitt þarf að leggjast inn á spítala, þá mátt þú alltaf tala við einhvern sem getur svarað spurningum og hlustað á þig.
Mundu að ef foreldri þitt glímir við geðsjúkdóm, þá geta komið erfið tímabil. En það er líka svo mikilvægt að muna að með tímanum og með hjálpunni geta hlutirnir orðið betri.